Já, það hefur ekki farið fram hjá mörgum að samgöngu áætlun sem kynnt var í gær, hún vekur mismikla ánægju eftir því hvar fólk statt á landinu og svona hvaða áherslur landsmenn hafa í héraði vítt og breytt, ekki síst jarðganga plönin. Nú á línunni Eyþór Stefánsson, stjórnarmaður í sambandi sveitarfélaga á Austurlandi og sveitarstjórnarfulltrúi í Múlaþingi. Komdu sæll og blessaður Eyþór, heyrðu sæmilega í mér? Já, ég heyri þér, komdu sæll og blessaður. Ljómandi, takk fyrir að ætla að miðla röddum íbúa í þínu héraði. Má ekki segja að það ríki nokkuð víðtæk óánægja í Múlaþingi eftir gærdaginn? Já, sko, ég held að þeir sem að raunverulega kynna sér innihald plaggsins þá bara sé ætti í það minnst að vera megn óánægja allt Austurland. Því að Austurland bara hreinlega sett á bara bið eða ís og en þó sérstaklega það náttúrulega í Múlaþingi í ljósi þess hvernig sérstaklega á Seyðisfirði og ég hef bara þetta bara minn langversti dagur síðan ég byrjaði að koma nálægt sveitarstjórnarstörfum. Þetta minnir mig bara á svona andrúmsloftið í sveitarfélaginu okkar, minnir mig bara svolítið mikið á þegar skriðuföllin féllu á Seyðisfjörð. Þetta kannski ekki alveg jafnmiklar hamfarir, en þó þetta er bara rosalega surrealist og ég átti fleiri en eitt símtal í gær þar sem viðmælandi minn bara brast í grát hvað hann talaði við mig. Þetta virkilega sérstakt ástand sem þetta plagg búin að framkalla hérna í Múlaþingi. Þú lýsir þessu með mjög dramatískum hætti og kannski eru viðbrögðin þá og vonbrigðin enn meiri heldur en við hin höfum haft njósn af. Er það þetta eina að Fjarðarheiðargöng verða ekki grafin eða er það fleira? Það fleira. Forgangsröðin jarðgangna kannski það sem kallar sterkustu viðbrögðin fram, en já, það svo sannarlega þannig að ég held að fólk hérna í Kapítólinu á suðvesturhorninu gerir sér bara oft á tíðum bara skilji ekki neitt hvernig Austurland virkar. Við það hérna langt í burtu að það virðist heldur engu máli skipta hvað við segjum eða hvað við erum að vinna eða garga hérna. Þetta bara eins og gamall maður á öskra á hafið. Já, ég lýsi þessum dramatískum hætti og ég vil kannski að biðja bara þá sem kunna á þetta líða að kannski sýna mér ákveðin skilning í því að maður í ákveðinu uppnámi eftir tíðindi dagsins, kannski jafnvel ekki skynsamlegt að taka þetta viðtal á þessum tímapunkti. En sko, við til dæmis erum búin að vinna efnahagsgreiningu Austurlands, þar sem við sýnum fram á, við erum að eyða fullt af pening, sýna fram á 3% þjóðarinnar, standa undir 25% útflutningstekna hennar. Það virðist bara engu máli skipta. Ég sem sveitarstjórnarmaður hef á hverjum einasta fundi sem ég hef tekið núna í 5 ár við þingmenn eða ráðherra sem á einhvern snertiflötu samgöngumál eytt öllum mínum tíma í að tala þessi göng. Veistu það, ég sagði á einu fundi, heyrðu, þessi göng eru það niðurnegld, getum við ekki fara að tala eitthvað annað? Og mér eldri og reyndari menn sögðu, nei, við hættum sko ekki að tala þetta fyrir en að þetta komið. Og hvað gerist? Jú, þeim bara sjúpað, svo til að borðinu. En sko, og það svo skrítið að hugsa til þess að nú verður maður að vona það að þegar að ný ríkisstjórn kemur muni þessari samgönguáætlun vera sparkað og ég held að það sé kannski ekkit endilega ástand sem við
á Íslandi viljum búa við, að menn voni bara að það verði umbylting á samgönguáætlunum í hvert skipti sem að ný ríkisstjórn tekur við. Ég man nú ekki alveg að hverju spurði, aðra kosti, sko, það engu á Austurlandi flýtt, þetta allt á sama stað, við á Austurlandi erum orðin mjög vön því að vera aftarlega á samgönguáætlun. Það engin breyting þar á. Framlög til Egilsstaðaflugvallar, senkar og rýrnar, Öxi, sem tengir saman Djúpavog og Egilsstaði. Og hún ekki bara, hún í besta falli hægt að kalla hana samastað og venjulega vegna þess að það sett einhver svona smá peningur í undirbúningsvinnu 27, en svo eru þau engar framkvæmdir sem að hefjast fyrir 2030. En það sem að kannski hryggir Austfirðinga mest varðandi Öxi að hún ennþá PPP-verkefni. Við höfum reynslaði að hafa Öxi sem PPP-verkefni. Við sjáum ekki neitt nýtt sem ber þess merki að það muni virka núna. Svaraði þetta spurningunni? Já, þetta svara spurningunni. Það rosalegt að heyra í þér og ég nú bara hálf slegin yfir því að upplifa það svona beint í þessu spjalli hvað þetta mikið niðurbrot fyrir ykkur íbúana. Það ég veit ekki hvort það myndi kallast að ég ætlaði að núa salti í sárið þín á þessu augnabliki. Það var alltaf ég þora að fara í þessa átt en eitt af því sem maður heyrir að sko Fjarðagöng en ekki Fjarðaheiðargöng þau hafi verið sett í forgang núna umfram hingöngin vegna Mjóafjarðar og í tengslum við laxeldi mögulegt þar. Eru það rök sem að þér hugnast? Sko, ég verð að sýna því skilning að á Austurlandi ákveðin hópur sem að mér ósammála hvernig best að haga jarðganga forgangsröðin hér. Engu að síður það svolítið köld kveðja til Seyðfirðinga að segja að vegna þess að það að koma laxeldi í Mjóafjörð ætlum við að tengja saman Mjóafjörð og Seyðisfjörð við Norðfjörð. Ríkið þvert á vilja Seyðfirðinga að þvinga laxeldi í Seyðisfjörð og það eitt og sér eru ekki rök, en það orðið rök til að tengja saman 20 manna byggðarlag við Norðfjörð. Sko, samþykktir SSA, Sambandssveitarfélag Austurlandi, þær eru bara nokkuð skýrar allt frá 2011 hvernig eigi að forgang. Cirka 2011, það gæti verið að muni ártalið eitthvað skakt. Nokkuð einhuga og afdráttarlausar í hvaða röð rétt að hringtengja Austurland. Öll sveitarfélög á Austurlandi samþykkti svæðisskipulag Austurlands. Ég held að þetta sé hvergi annars staðar búið að gerast á Íslandi, að menn komi sér saman svona heill landshluti svæðisskipulag. Þar farið yfir forgangsröðun jarðgangakosta. Þess vegna ekki nema að vona maður að spyrja sig, til hvers maður yfir höfuð að reyna að jarma á ríkisvaldið, þegar það skiptir engu máli hvað við gerum heim í héraði. Þetta bara blaut tuska í bara óendanlega mikla vinnu sem hefur unnin. Það var verið að samþykkja aðalskipulag Múlaþings. Og veistu hvað helsti ástættingssteinninn þar var? Nei. Norður- eða suðurleið jarðgangamunna sem ekki einu sinni að koma. Já. Og það hafa orðið sameiningar sveitarfélaga í ljósi þeirrar gangagerðar sem ekki verður farið í núna og maður heyri það mjög sterkt á þér að tilvistargrundvöllur ykkar meir og minna í uppnámi. Eru einhverjir þingmenn sem tala ykkar röddu núna, finnst þér?
Ég hef nú verið að reyna að ná í skottið á sumum í gær. Já. Þeir eðlilega hafa kannski ekki mikinn áhuga á að tala við sveitarstjórnarfulltrúa úr Múlaþingi þessa stundina. En ef ég má bæta aðeins við, eitt sem að mér finnst skrítið í umræðinni, sem kom fram í máli ráðherra í gær, er að segja að þessi Fjarðagangakostur búi til einhvers konar hringtengingu. Sko, við skulum hafa þá á hreinu að þessi svokallaða hringtenging, sko, ég skil ekki alveg hvað hann meinar með þessari hringtengingu, vegna þess að þetta þýðir að ef að Seyðfirðingar þurfa að sækja þjónustu í stærsta kjarnan í sínu sveitarfélagi og Fjarðarheiðin er ónýtt og þurfa að byrja að keyra í Mjóafjörð, svo keyra þeir á Norðfjörð, svo keyra þeir á Eskifjörð, svo keyra þeir á Reyðarfjörð, svo yfir Fagradalinn sem er veðravíti. Þá koma þeir í Egilsstaði. Ok, hringtengingin er þá að halda áfram að keyra Fjarðarheiði. Vegagerðin er búin að gefa það út að það er bara vegur sem stenst engan veginn öryggiskröfur nútímans og það var búið að tilkynna okkur það að það ætti ekki að viðhalda honum og leggja þann veginn niður. Nú virðist hafa orðið stefnubreyting þar væntanlega til þess að viðhalda þessari hringtengingu á að halda áfram opnu veðravítinu Fjarðarheiði og Fagradalnum, auðvitað verið Fagradalurinn áfram. Sko, það var banaslys á Fjarðarheiði í gær. Það var ekki lokunardagur. Nei. Það er alltaf verið að segja okkur sko að þetta sé svo fáir og fáir dagar sem að Fjarðarheiðin sé lokuð, að í rauninni skipti þetta ekki máli. Nei. En það var ekkert að veðri eða færði í gær eða hvað. Nei. Ég veit ekki. Og ég get bætt við þetta bara svona frá eigin brjósti að þegar göngin undir Vaðlaheiði sem allir tala illum nema þeir sem búa á Norðurlandi voru gerð, þá bara tilfinningin að sleppa við allan óhuginn og stressið og áhyggjurnar og bara lífsgæða skerðingarnar sem fylgdu því að þurfa að fara Víkurskarðið í hliðarhalla, fljúgandi hálku og öllu því með börn í bílnum. Þetta er ólýsanleg breyting á lífsgæðum þegar menn fá svona samgöngubót og ef ég man rétt þá er Fjarðarheiði, hún næri yfir 600 metra yfir sjávarmáli, er það ekki, þar sem vegurinn liggur? Jú, það er rétt. Sko, annað, ef ég má sko, þú veist, sem manni finnst svolítið sérstakt er að það var unnin skýrsla núna til að bera saman þessa jarðgangakosti. Við fengum að sjá hana, eða ég í það minnsta, veit ekki hvort einhverjir aðrir voru búin að sjá hana, í fyrsta skipti í gær eða fyrradag, þarna daginn sem í gær fyrir gær. Og það er verið að bera saman þessa tvo kosti og nú erum við að koma fram og segja að Fjarðarheiðargöng hefði verið svo og svo allt og mikið dýr. Verðmunurinn milli þess að tveggja jarðgangakosta, Fjarðarheiðargöng eru 17% dýrari miðað við nýtt verðmat. Það er nú allur opinn. Og í þessari skýrslu er ekki nema mjög litlu leyti skoðað ofan í kjölinn áhrifin sem þetta hefur á samfélagið þarna fyrir austan. Auðvitað eru einhverjir sem að gleðjast yfir breyttir forgangsröðun jarðgangna, en þetta tefur það að koma í jarðgang á Austurland. Við vitum ekki einu sinni hvort við erum númer 2 eða 3. Þannig að það gæti verið orðin núna 15 ár, kannski 10-15 ár, leyfa mér að vera svo svartsýnn. Það er svolítið bölmóður í mér, þú voru að afsaka. En ég afsaka það og hef fullan skilning á því. Heldur þetta geti leitt til þess að þið missið gott fólk úr fjórðungnum? Ég hef bara virkilegar áhyggjur af Seyðisfirði. Þetta er enn eitt áfallið á stuttu tímabili vegna þess að ég sé ekki hvernig það gerir Seyðisfjörð að betri búsetukosti
svona að tengjast á Norðfjörð. Við höfum bara rannsóknir á því hvað það sem skiptir máli þegar að velja sér stað til að búa á. Það nálægð þjónustu, það nálægð við flugvöll. Jú, sko, þetta styttir og veitir meira öryggi í fjórðungssjúkrahúsið, gott og vel, en flugvöllurinn sem mest notaður í sjúkraflug, hann eftir sem áður en þá og Egilsstöðum. Sko, ef að þetta snýst það að Seyðfirðingar, þeir verður nú bara að fara að finna sér vinnu einhvers staðar, fara að vera vinnumaurar í Fjarðabyggð. Það getur vel verið að snúist það. Af hverju flytja þeir þá ekki bara í Fjarðabyggð? Þannig að þarna gæti orðið bara hálfgerð eyðing. Já, ég meina Seyðfirðingar hafa sýnt og verið nokkuð afdráttalausir í. Þeir vilja ekki fiskeldi. Þannig að mér til efs að það sé, ég veit ekki, ég skal kannski ekki alhæfa, en kannski tala ég svolítið alhæfingatón, en sko, ég held svona, grunninn sé ekki rosalega margir Seyðfirðingar sem að endilega vilji vinna störfin sem að þeim stendur til boða sem einhverju vinnumaurar í Fjarðabyggð. Ok, en þeir sem það vilja, af hverju, sko, ég sé ekki, ég bara kannski verið að biðja þau að klippa aðeins þetta barn mitt aðeins til, sko, en við klippum aldrei neitt til samstöðinu, við bara leifum mannlegar tilfinningar og allt sem gerist, því að þannig lífið. Nei, það sem ég segi, ég sé bara ekki alveg, hvað Seyðfirðingar, svona hvernig það gerir Seyðisfjörð að betri búsetukosti að hafa tengingu á Norðfjörð, og hvað Norðfirðingar ætla að gera á Seyðisfjörð. Þangað eiga þeir aldrei erindi. Þannig að þetta allt saman bara mjög súrrealískt og þú heyrir að ég í svolítið uppnámi og ég gerði mér eiginlega ekki alveg grein fyrir hvað ég í miklu uppnámi fyrir en ég byrjaði að tala við þig. Ég hef ekki alveg stjórn á tilfinningunum. Mér finnst bara mjög gott hjá þér og það mjög lærdómsríkt fyrir okkur öll hinn sem eru núna að fylgjast með þér sem fulltrúa þessa svæðis þarna að fá þetta bara svona beint í æð eins og maður gæti kannski sagt að það svo margt annað í okkar stjórnskipulagi en tölur, Excel-skjöl og allt það og mér finnst þú hafa miðlað með mjög eftirminnilegum hætti og sterkum hætti tilfinningum ykkar á þessum tímapunkti og Eyþór, við ættum kannski bara að segja þetta gott. Ég ætlaði svo sem ekkert að ræða lengur við þig en sem nemur þessu spjalli sem við höfum átt, en það ekki það að tilfinningarlegt uppnám þitt valdi því að við förum að setja endapunkt, en svona til þess að halda nú einhverjum ljóskeisla svona opnum, þú nefndir áðan að ef það verða stjórnarslit þá geti orðið önnur forgangsröðun í nýrri samgönguáætlun. Áttu von á því að það verði átök þetta mál innan Alþingis núna þegar samgönguáætlun verður rædd sérstaklega? Áttu von á því að þið fáið ofta að heyra það í þingsal Alþingis að til ykkar sé hugsað? Ég veit það ekki. Hafa aðilar innan ríkisstjórnarinnar sagt að þau heyri okkar sjónarmið? Já, ok. Ég bara komið með nóg af því að einhver heyri hvað ég að segja. Á einhverju tímapunkti langar mig bara að það sé hlustað á hvað Austurland að segja. Já. Auðvitað munum við reyna að berjast alveg fram yfir rauðan dauðan að ná einhverjum breytingum fram á þessari samgönguáætlun. Það liggur alveg ljóst fyrir. Ég meina, þetta bara afhróð fyrir bara niðurlæging Austurlands í heild fullkomnuð. Við förum úr því að eiga jarðgöng númer 1 og 2 á samgönguáætlun, jarðgöngum kosti númer 1 og 2 á samgönguáætlun yfir það að eiga kannski númer 2. Þannig að það ljóst að þessi samgönguáætlun tefur framgang og bara tækifæri Austurlands til þess að vaxa og dafna á eigin forsetum. Við erum ekkert að biðja
ríkisvaldið neitt annað en tækifæri til þess að bara jafna tækifæri okkar gagnvart öðrum landslutum til þess að bjarga okkur sjálf. Og kannski ekki tilviljun að þið eru fjærst höfuðborgarsvæðinu. En Eyþór Stefánsson, stjórnarmaður í sambandi sveitarfélaga á Austurlandi og sveitarstjórnar fulltrúi í Múlaþingi. Ég sendi þér bara knús og ljós og góðar kveðjur hérðan frá úr höfuðborginni. Ég sveitarstrákurinn og norrlendingurinn bið þig vel að lifa og þakka þér kærlega fyrir spjallið. Gangi ykkur sem best þótt að horfi ekki vel sem stendur. Já, takk fyrir. Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég nýji kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.